Já, til okkar eru konir Sigurður Eyþórsson sem framkvæmdastjóri Bændasamtakanna og Frosti Ólafsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs. Sko, tilefni þess, Frosti, að ég fekk ykkur til að koma það sem ég las að með búvörusamninginn, þið viljið nánast bara fara með henni í pappírstætara. Já, ég kannski myndi orða öðruvísi en við viljum að minnstu kosti taka þessa samninga upp og reyna að ná niðurstöðu. Þið segir viðskiptar leggur til að viðræðum búvörusamningar vera hafnar upp á nýtt. Já. Þannig að ég kannski orða þetta fullgróft en segja síður þá, þið viljið ekki þennan. Nei, við teljum að það sé hægt að ná mun betri niðurstöðu heldur en náðist í þessum samningum og við erum bæði með almennar og sértækar athugasemdir við efni samningsins en síðan gerum við þetta líka athugasemd við það með hvað hætti undirbúningi var hagað og samráði við hagsmunaaðila. Finnið það samningnum varðandi sko fyrir bændur, fyrir dreifingu, verslanir og almenninga eitthvað? Já, það endurspeglar nú ágætlega samningin þau viðbrögð sem að hafa komið í kjölfarið. Það er ekki að sjá að það sé í rauninni margir hópar sem að séu upprifnir yfir niðurstöðunni. Þá horfum við bara yfir mengið, maskínaframkvæmdi könnun á meðal almennings, þar eru 5 sinnum fleiri andvígi samningnum heldur en fylgjandi. Neytendasamtökin hafa mótmælt samningnum, Alþýðusambandið hefur mótmælt samningnum, heildarsamtök í atvinnurekstri eins og við hafa mótmælt samningnum, sértæk samtök í atvinnulífinu eins og samtök verslunar og félag atvinnurekenda hafa mótmælt samningnum, umhverfisverndarsamtök hafa mótmælt samningnum og það virðist nú ekkert ríkja neitt mikil sátt meðal bændastéttarinnar heldur ef marka má niðurstöður atkvæðagreiðslunnar. Það eru 40% sauðfjárbænda sem að fellan og 4% kúabænda. Þannig að við teljum þetta og umræðina sem hefur átt sér stað í kringum búvörusamningana gefa tilefni til þess að ætla að það sé hægt að ná betri niðurstöðu og ef við tölum efnislega sem við getum kannski komið inn á betur á eftir og þá höfum við bæði almennar og sértækar athugasemdir við efnissamningana. Við skulum gera það. Sigurður, þetta Frosti telur upp hérna nánast bara samfélagið að það sé að á móti samningnum með Finnur áðan? Jú, þetta mér alveg ljóst að það hafa margir gagnrýnt þennan samning og eins og Frosti nefnir. En það vill nú þannig oft til með samningar sem fela í sér breytingar. Það eru heilmiklar breytingar í þessu, þó að kannski, ég veit ekki hvort að Frosti sammála mér það, en svona frá okkar sjónarhóli eru heilmiklar breytingar í þessu og þær hafa nú tilhneigingu til þess að verða umdeildar. En þetta við náttúrulega byggjum okkar afstöðu bara á því sem mótað okkar vettvangi. Við förum í viðræðurnar næstaðir með samþykktir frá búnaðarþingi, frá aðalfundum þessara búgreinafélaga sem eru með samningana og við gerðum þetta fyrir opnum tjöldum okkar megin. Við héldum kynningarfundi þetta sem voru bara opnir í miðju ferlinu. Ég hef aldrei til dæmis séð að þó þetta sé ekki kjarasamningar að menn haldi opna kynningarfundi þegar samningum ekki lokið. Þannig að við teljum að við hefum gert þetta með mjög opinni hátt. En ég hef rætt við sérstaklega sauðfjárbændur sem hafa bara áhyggjur af því að svona framleiðslustýringin hún verði tekin af og þau verði bara offramboð, verðlækkanir og kjörum bændarhækki. Já, sko, það sem eykur kannski flækjustigið í þessu það að menn ekki endilega að nota sömu aðferðir eftir greinum. Nú það þannig að það kannski mest stýring í mjólkurframleiðslu. Það opinber verðlagning og það framleiðslustýring. Þú verður að eiga kvóta til þess að komast inn á markaðinn. Þannig það ekki neinni annarri grein. Þannig að þetta greiðslumark í sauðfjárrækt sem sumir hafa áhyggjur af bara réttindi til ákveðins stuðnings. En það enginn sem bannar þér að fara að framleiða kjöt, hvort sem lambakjöt eða annað kjöt. Og þú þarft ekki einhvern leyfi til þess og þú þarft ekki, það engin stýring að þú þurfir að hafa einhver réttindi til að framleiða. Þannig að þeir sem að koma að þessu svona blindir ef ég má orða það svo, þetta virðist náttúrulega óneitanlega flókið. En það rétt gagnrýni innan bænda hefur mestu komið frá sauðfjárbændum. Það þá sauðfjárbændur sem svona, hún að kaupa sér heilmikið greiðslumark
og í þessum samningum erum við með þá stefnu við viljum stíga út úr kvótakerfi í mjólk, afnema framleiðslustýringuna þar og eins þetta greiðslumarkkerfi í sauðfjárrækt. Og þeir sem hafa fjárfest heilmikið í greiðslumarki eru eðlilega áhyggjufullir út af því og ég skil alveg þær áhyggjur en það var nú... Má ég aðeins vegna þess áður í Leifi Frosta, þá langar mig að spyrja aðeins meira þetta, að Frosti telur upp hér áðan, allskyns hagsmunasamtök hér og þar, sem að finna samningnum og fyrir utan skoðanakönnun, en þeir sem hafa svona virkilega lagst yfir hann, þeir finna á honum. Ekki erfitt fyrir ykkur að fara gegn því öllu saman og ekki með einu bænda með ykkur? Það ekki, það svona lítur að gera eitthvað verk en erfiðara? Ég ætla ekki að halda því fram að það sé auðvelt, Nei. En og vissulega hefði ég gjarnan kosið að það væri meiri samstæða þetta. En á eftir ætla ég leyfa að tala líka hvað þið minnst jákvætt í samning. Já, það gæti. En það þú talar það að það má finna mörgu í samningnum. Og þú talar náttúruverndarsamtök sem að ég nú líka tala talsvert í og hafa talsvert áhyggjur þess við myndum að tala að ef sauðfé fjölgar og við erum að framleiða og mikið og allt það. En hvar það ef þú fær bara nefna eitthvað sem finnst þér skera sérstaklega í augu? Ég myndi segja að kjarni vandins felist í því að það ekki skýrt hver framtíðarsýn greinarinnar Erum við að stefna að því að landbúnaður sé samkeppnishæf atvinnugrein sem að stuðlar að verðmætasköpun í formi útflutnings og í rauninni komi með samskonar framlag inn í samfélagið og aðrar atvinnugreinar, eða erum við að horfa á landbúnaðinn út frá samfélagslegum markmiðum? Erum við að horfa á hann út frá byggðadreifingu og út frá öðrum þáttum sem að raunverulega ganga gjarnan í berhögg við hagkvæmnisjónarmið. Og þetta endurspegla samningarnir ágætlega, og ef þú lest í gegnum með umsagnir hagsmunaaðila þá svo augljóst mál hvað menn að nálgast þetta út frá mörgum og ólíkum markmiðum. Og í þessu samhengi þá vil ég nefna, samningarnir eru gerðir til 10 ára. Þeir eru stiltir af þannig að ólíkar greinar innan landbúnaðar hafi tækifæri til að endurnýja samningin á sama tíma. Ef það ekki ástæða núna til þess að teikna upp einhverja skýra mynd af framtíðarsýn og framtíðarstefnu þessarar atvinnugreinar eða samfélagsgreinar, hvort sem að menn vilja líta á hana sem, þá hvenar. Og í þessu samhengi að þá gerum við ýmsar athugasemdir við efnisatriði samningsins. En í allir umræðu, allan sem ég kom í nálægt, og nú talaði við marga, að það var talað landbúnað, en það var alltaf þannig, það allir sammála það að það þarf að styrkja landbúnað. Já, við erum sammála því að það sé algjörlega forsvaranlegt að styðja við landbúnaðinn ef að þetta út frá samfélagslegum markmiðum. Við erum aftur á móti efins yfir því að styðja við atvinnugrein sem að hyggur á mikla landvinninga erlendis eða uppbyggingu sinnar starfsemi á alþjóðlegum grundvelli, það teljum við afar óheppilegt. Þannig að ef að menn alltaf að fókusera á bæði þessi markmið, það að segja aukna hagkvæmni, verðmætasköpun, jafnvel útflutning og þessi samfélagslegu markmið sem að snúa að dreifingu byggðar og heilnæmi afurðar og svo framvegis. Sem þið finnst vanta þarna? Já, þá verða menn að móta samningana með þeim hætti að það liggi skýrt fyrir hvernig komið í veg fyrir þessa miklu togstreitu sem til staðar á milli þessara markmiða. Tökum sem dæmi, það eru tiltekin ákvæði samningunum sem að raunverulega standa í vegi fyrir samþjöppun og aukinni hagkvæmni. Ef ég spurður hvernig auðveldast að leiða til þess að kostnaður og samkeppnishæfni landbúnaðarins verði í takt við það sem gengur og gerist annars staðar, þá myndi ég segja að stærðarhagkvæmni væri eitt þátturinn og Sigurður þekki það nú betur, eru þetta svona einhver kynbætur og annað sem að getur orðið til þess að efla greinina, en stærðarhagkvæmnin augljós fækkun búa og stækkun búa, en það gengur í berhögg við samfélagslegu markmiðin byggðadreifinguna, þannig að þetta rosalega erfitt jafnvægi og þeim mikilvægara að meitla markmiðin vel og skýrt. Stundum segjum við deilum ekki við tölur og tölurnar segja okkur bara það, búum hefur fækkað og það hefur stækkað. Það alveg rétt. Já, en upphaflega tilgangurinn var annar, það ekki?
Upphaflegi tilgangurinn með því að menn átt að fjölga lögbílum og það. Við þekkjum þess að. Já, sko, upphaflegi tilgangurinn með að ríkið fór að hlutast til þetta eins og reyndar í mörgum öðrum löndum var það að við vildu lækka verð á matvörum og þessi afskipti hófust kannski fyrir alvöru þegar menn fór með þessu skipulegu niðurgreiðslu. Já, átti við byggðasjónarmiðin. Já, en síðan er þetta blandað inn í þessum... En er þetta eðlileg þróun að búum fækki og þau stækki? Jú, enda hefur það verið að gerast, sko. Það hefur orðið til dæmis mikil breyting í mjólkurframleiðslunni bara á síðustu 10 árum, sko. En á sama tíma erum við náttúrulega með báðar aðferðirnar inn í þessum samningum, menn eru með stuðning við byggðirnar. Menn eru líka með stuðning við ákveðnar afurðir sem að gera þá bændum kleift að framleiða þær og selja á lægra verði. Þannig að það getur verið að menn þætti eðlilegra að stilla þetta eitthvað meira af, þannig að ertu með forgang á lækkuðu verði, ertu með forgang á byggðastuðningi, sko. En það var niðurstaðan í þessum samningaverðum að nota báðar aðferðir til hluta og kannski verður einhvern tímann vilji til þess að menn færi sig alveg yfir á annan kantinn eða hinn. En ein harðasta gagnrýnin hjá Flosa Frosta fyrir ekki. Já, alltaf, ég var með þessu. Já, en var einmitt þennan útflutning. Og það hef ég nú heyrt víðar, sko, og bara þar get ég vitnað í Andrés Arnalds, Ólaf Arnalds og fleiri, að ef við myndum að hætta bara þriðjungi framleiðslunar í kindurgjörðsframleiðslunar, myndum við hlífa landinu og að því við höfum og að því að þriðjungurinn fyrir hvort útflutning sem við fáum ekki fyrir eða lítið. Ég nú ekki sammála því að menn sé ekki að fá neitt fyrir hann, menn að fá En þess virði, miðað við landnýtingu og annað, eða hvað? Segðu, já. Já, sko, staða landnýtingar bara gríðarlega ólík eftir því hvaða land þú ert að tala og hvar á landinu það er. Ég get alveg tekið undir það að einhverjum svæðum sé landnýtingin of mikil, en síðan eru önnur svæði sem eru á móti vannýtt, sko, ef við ferum út í þá umræðu. En við erum ekki með framleiðslu stýringu í sauðfjárrækt, eins og ég sagði áðan. Nei, já. Og við erum heldur ekki með, sko, stýringu einstakra greina inn á ákveðin svæði. Við erum ekki að segja, sko, við viljum að sauðfjárrækt sé þarna en ekki þarna. Og þannig að það þarf þá að reyna að taka einhverja markviss ákvörðun það og segja það þá bara berum orðum með mér og segja, heyrðu, við viljum hafa sauðfjárrækt eða mjólkurframleiðslu á einhverjum svæðum og það verður að koma þá frá ríkisvaldinu því að við erum samtök allra bænda og við getum ekki beitt okkur fyrir því að það sé verið að gera upp á milli þeirra eftir svæðum. En eitthvað verður, eða ég spyr, væri ráð fyrir ykkur að gera þá einhverja þær breytingar til að ná sátt við þetta meðal þjóðarinnar, því það hlýtur að skipta ykkur miklu máli. Að getið breytt þessu eitthvað til þess að verði svona meira almenn sátt? Sko, við höfum farið með þetta í gegnum okkar samtök, við fórum með þetta í gegnum atkvæðagreiðslu, þó að menn hafa gagnrýnt það að það sé ekki full samstaða, þá í flestum kosningum þátti 60% og 75% nú nokkuð afgerandi niðurstaða. Já, ég átti við meðal okkar hinna, sem að óneitanlega erum aðilar að samningu. Já, þá við komum ekki að ég greiði atkvæðum, þannig að þá síður við þjóðin öll er aðilar að samningnum. Já, en það nú kannski svolítið meira á vettvangi ríkisins hvernig ríkið mótar sínar áherslur. Eins og ég sagði við unnum þetta mjög opið fyrir okkar tundum og ég veit að Frosti og félagar hafa kvartað yfir litlu samræði ríkisins en við stjórnum því ekki og það allt í lagi að menn móti sínar áherslur í samræði við hverja þá sem þeir kjósa, en við höfum okkar áherslur og við förum með þær í þessar viðræður bara eins og í öðrum samningum og við hljótum að vinna eftir þeim og við hljótum að vinna eftir því sem okkar fólk styður. Ég ætla að standa við loforð rétt eftir til að tala þetta sem að þér finnst jákvætt í samningin. En til viðbótar, Frosti, þá er það svona verndartollar og fleira sem að þér að finna líka. Já, ég ætla að byrja bara rétt að drepa á þessum útflutningin fyrst. Við erum alls ekki, við sjáum mikil sóknarfæri í landbúnaði
og ef að atvinnugreinin vill stefna á að verða að útflutningsatvinnugrein þá held ég að það séu mikil tækifæri til þess. Við sjáum nú meðal annars, það gleymist nú oft í umræðinni, hrossarækt, það landbúnaður og það útflutningsatvinnugrein og það ekki niðurgreidd atvinnugrein. Þannig að það eru klárlega tækifæri til staðar. Það þarf bara að auka sveigjanleikann verulega umfram það sem í núgildandi samningum og gera bændum kleift til þess að þróa sín býli og sína starfsemi í þá átt sem að markaðurinn krefst ef að þetta stefnan. Ef að stefnan ekki miðstýrð byggðastefna sem að gengur fyrst og fremst út á það að halda þessum styrkjum dreifðum til þess að tryggja búsetu á ólíkum svæðum. En aðeins inn á þessi tollamál. Auðvitað, þetta kjarninn í því af hverju þessi samningar snerta miklu fleiri aðila heldur en bara bændur og ríkið. Ef að þetta væru mjög einfaldir samningar sem að gengju bara út á það að semja krónutölu á hvern skrokk eða hvern lítur af mjólk sem að framleiddur þá held ég að menn myndu sýna meiri skilning að þessi samningar færu fram á milli raunverulega bara bænda og ríkisins. En það kemur mjög margt fleira inn í þessa samninga, meðal annars eins og kemur inn á tollverndin, hún mikil á Íslandi og hún skaðar hagsmuni neytenda, það að minnsta kosti okkar mat og í þessu tilfelli meðal annars stemt á breytingar á tollamálum, hvað varðar ákveðna þætti mjólkurframleiðslunnar, osta og mjólkurduft og fleira, sem færa þá upp með við verðlag frá 95 án þess að magnið sé stilt af samhliða í takt við það sem þær breytingar sem hafa orðið þar. Tollar í okkar huga eru mjög óskilvirkt tæki til þess að styðja við atvinnugreinina. Það miklu nærtækara þá bara að auka við beinum stuðning þannig að þetta verði allt saman gegnsærra og menn í raunverulega sýni á spilin í samhengi við þann stuðning sem til staðar. En hérna það eitt í þessu, en ég verð að leyfa þér að hérna, fyrst þegar ég fjallaði búvörusamninginn þá talaði við Sigurð Inga Jóhannsson, þáverandi landbúnaðarráðherra málið þegar hann var svona að vinna í samningnum og þá fann hann til dæmis svona jákvæðni í því eins og lág fyrir þá og vendarlega líka núna að svona sveigjanleiki bænda verði mikið meiri. Er það einn af kostunum eða hvað? Til að skipta búgrein til dæmis? Hann meiri en kannski stærsta breytingin og það sem við erum að reyna að ná fram með þessu það að greinarnar geti sloppið þann kostnað sem felst í að kaupa sér framleiðsluréttindi eða kaupa sér réttindi til stuðnings. Þess vegna erum við að reyna að stefna út úr því og með því teljum við að við getum létt verulegum kostnaði af landbúnaðinn. Og við erum líka að opna samningin meira og það að verða að setja meiri fjármuni í þessi almennari verkefni, í nýliðun, í jarðrækt, í landgræðslu sem ekki hafa verið áður. Og þannig að við erum að opna þetta meira og það líka verið að setja meira í ný verkefni eins og lífræna ræktun, eins og aukið verðmæti skógarafurða og geitfjárrækt og svona ýmis smærri verkefni. Þannig að við erum að opna þetta meira. En svo verð ég líka að nefna varðandi tollverndina að það jú í samningnum kafli ákveðin nokkur tollnúmer í mjólkurvörum sem samið var að ríkið myndi beita sig fyrir að hækka. En það ekki neitt meira í samningnum tollverndin í heild. Það liggur fyrir að stuðningurinn við landbúnaði í tvennu lagi. Það þessi beinu styrkir sem í samningunum og síðan tollverndin. Og það var rauninni samið að þessir ákveðnu þættir, mjólkurafurða sem svona standa undir kannski svona það bil helmingi mjólkurframleiðsluna, þetta ostur og mjólkurduft, að þau tollnúmer færð upp við verðlag. Þau voru sett föst í krónum 1995 og ef þetta hefði þurft að gera þetta miklu fyrr, þetta verulega hlutfallsleg hækkun og enda náttúrulega hefur þetta ekki verið hreyft í yfir 20 ár. En
tollverndin í heild alls ekki hluti af þessu. Nei, en hérna staða bænda, afkoma bænda, margar fréttir einum árum það að staða bænda sé slæm, sérstaklega sauðfjárbænda hefur verið lengi, en munu kjör bænda sem starfsstéttar batna við þennan samning? Við teljum að svo já. Já. Við teljum að við séum að létta heilmiklum kostnaði af. Við teljum að það séu tækifæri í. En margir eru væntanlega skuldsettir vegna fyrra fyrirkomulags? Já, það getur verið við svo sem höfum ekki upplýsingar skuldir einstakra. Já, þið heyrið í þeim. Já, við heyrum þetta í þeim og allt í lagi með það og sumir eru skuldsettir, það alveg rétt. En hérna, ég held að sé mjög til framfara fallið að stíga þessi skref, að stíga út úr þessum kerfum sem að gera kröfum að menn þurfi að kaupa sér þessi réttindi og ég held að það í því felist veruleg tækifæri til þess að bæta afkomuna. En margir eiga eftir að gera upp þann rétt sem þeir hafa keypt sér? Jú. Það einhverjir nefnt að þetta sko bara bankabændur sem að... Jú, en hérna til dæmis varðandi þetta greiðslumark í sauðfjárrækt, það var nú hugsað fyrir því til dæmis í þessari samningagerð og hérna sumir náttúrulega kvart yfir því að breytingarnar séu hægar og í of smáum skrefum en þetta tekur allt langan tíma. Til dæmis það þannig að hérna þeir sem hafa keypt sér nýlega greiðslumark í sauðfjárrækt, þeir eru að fá út úr þessum samningi hérna meira heldur en kostnaðurinn við að kaupa það sko. Þannig að það er aðlögun að því leiðurum verið að stíga út úr kerfinu sko. Þannig að það er alveg tekið tillit til þess þessar sem hafa þurft að kaupa þetta. En við viljum komast út úr þessu. En þið viljið að þessi samningur ná ekki fram að ganga? Já, við teljum að það ætti að taka hann upp að nýju. Já, þið finnir það mikið á honum. Og ná hagfelldari niðurstöðu og ég kannski bæta við í samhengi við hraðinn á framvindunni ekkert lykilatriði í okkar huga heldur þessi framtíðarmynd og hún alls ekkert skýr í okkar huga út frá þessum samningi. Það verið að stíga skref í ákveðnar áttir til að mynda með greiðslumark og þessi kvótamál en síðan eins og samningurinn lítur út, þá eru endurskoðunar ákvæði og þar verður svona metið hvort það verður stigið tilbaka og svo framvegis. Þetta rosalega mikill bútasaumur á mjög margan hátt og aðeins inn á þetta í rauninni hvað snertir sko afstöðu almennings og hagsmunasamtaka til samningsins. Hann til 10 ára, það eru gríðarlegar fjárhæðir undir. Aðdragandinn að samningnum var skammur að mínu mati með hliðsjón af stærð og umfangi samningsins. Bændur fóru af stað í september með stjórnvöldum, samningurinn tilbúinn 4 mánuðum síðar. Mér finnst eðlilegt að það sé tekin lengri tími heldur en 4-5 mánuðir í að móta samning sem að hefur með 130-40 milljarða af skattfé og 100 milljarða af óbeinum stuðningi að gera, þrátt fyrir að það sé rétt að þetta taki ekki til allra tollþátta, þá komið inn á tollamálin í þessum samningi. Og við hefðum bara viljað sjá vinnubröðin í kringum þetta vera með allt öðru móti. Það að segja að það hefði verið tekið miklu virkara samtal við breiðari flóru hagsmunaaðila til þess að komast að niðurstöðu hvar við viljum sjá landbúnaðinn vera eftir 10, 20, 30 ár. Ef við vitum það, þá skiptir engu máli þó að skrefin séu hæg ef við höfum trú á því að endanlega niðurstaða verði samfélaginu hagfelld og það skapist sátt hana. Það vantar að skerpa þetta. En þingið náði ekki að afgreiða samningin núna, hann verður tekinn aftur upp í ágúst og þannig að þú væntanlega gerir ennþá vonir það að þið náðu fram einhverjum breytingum eða verið hlustað á ykkur og aðra til að ná fram breytingum á þessu. Já, ég vonast til þess og ég lít ekkert á það sem ósigur fyrir stjórnmálin ef að það verður gert, heldur þvert á móti tækifæri til þess að búa greininni stöðugt, fyrirsjáanlegt og gott umhverfi sem ríkir sáttum og það að menn fari á stað aftur með samningagerðina held ég að sé bara skynsamlegt skref. Á meðan Sigurður, þú væntir þess væntanlega þingi klárið þetta bara í ágúst og... Já, við væntum þess.
það er vilji okkar fólks að í samræmi við niðurstöðu atkvæðagreiðsluna hjá okkur. Já. Og við höfum trú á því að við séum að stíga framfara skref með þessum samningum og hann verði landbúnaðinum og samfélaginu í heildargagni. Sigurður Eyþórsson, Frost Ólafsson, takk fyrir. Takk sem þess.